Dís. Ég var að gera tilraun í nótt með toppið minn og ég veit eiginlega bara strax að þetta er að fara að vera hræðilegt. Þetta er örugglega að fara að vera bara í allar áttir. Einmitt. Þetta var heiðarleg tilraun. Það er potential í þessu en þetta er not it. Ég er ekki búin að vera með neina skincare rútínu á sér meðgöngu. Húð mín er bara, þú veist, hún er bara að fá ofnæmisviðbrögð við ákveðnum vörum. Maskarnir sem ég fekk í jólagjöf, ég er ekki ennþá búin að prófa þá út af ég bara tími því ekki á meðgöngunni. Einu sem ég geri er að nota, þú veist, svona og olíuhreinsi og dagkrem. Ég ætla að prófa að nota tóner í dag. Klukkan er að ganga 10 á laugardagsmorgni og ég er búin að plana svona afmælisdag fyrir systur mína. Hún á afmæli á miðvikudaginn. Þannig að ég, systir mín og mamma, við ætlum að byrja á því að fara á Spíruna í brunch klukkan 11:15 og eftir það ætlum við að fara að nostra og bara eiga gett kósí dag saman. Og hún veit ekki hvert við erum að fara. Ég sagði bara við hana að það vera svöng fyrir fyrsta stoppið. Þannig að við ætlum bara að sækja hana og fara með hana. Ég held ég ætla bara að vera svona fresh í dag, þú veist. Málum er bara smá. Ég vantar svo nýtt svona everyday, svona létt CC-krem, skin tint. Ég hef verið að nota þetta og svo bara einhvern veginn hætti ég að nenna að vilja nota þetta. Þetta er samt alveg gott, en ég veit ekki. Og svo nota ég þetta stundum, þannig að Lumi Glow. Mér langar bara í eitthvað svona geðveikt létt. Mér langar svo að prófa Kylie skin tintið, en ég veit ekkert hvað ég á að fá mér. Ég spói að blanda þessu bara saman í dag. Ég er að plana að taka glow up viku eftir helgi og taka... Hvað? Takk! Stálst hún á mér? Já, ég ætla að taka svona glow up viku í bara eftir helgingstíman og mér langar að gera svona glow up vlog. Ég er að fara að fá nýjar hárlengingar, ég er að bara panta með ný föt af því ég bara ángriðs passa ekki í ný föt og mér líður bara svona, veist, mér líður svo mikið erfitt að gera mig skvísu og bara svona flotta af því ég á engin föt sem passa á mig. Þú veist, mér vantar nýjar neglur, mér vantar nýtt hár og ég mun þá þurfa að lita það líka til að matcha hárlengingarnar. Ég er alveg búin að gæla við augnhárlengingar en ég er samt svona... Ég veit ekki alveg hvort ég vilja. Ég gengur rosa vel að mála sig. Það líka mála sig. Þú líka mála þig? Já, mér. Jæja, afmælistelpan. Við erum allar að byrja á svolítið svona matsýnismér og síðan er svona pönnukökur og eitthvað. Ég ætla að fá með það eftir. Ég ætla að fara í grænmetisréttin. Svaka bauna grænmetisréttin. Já, ég fæ mér súpu. Mikið orðun. Hérna eru svona eftirréttir. Aðeins að skoða í, hvað heitir þetta? Garðar. Hvað heitir þetta? Já, ég veit það ekki. Garðarhús. Hvað heitir þessi staður? Garðar. Það er svo mikið af flottum húsgögnum og svona smádóti og eitthvað. Við erum mætt á Nostra. Ásta hefur aldrei komið. Mamma hefur komið? Nei. Ég er búin að velja mér disk og ég ætla að gera afmælisdisk fyrir Oliver. Mér var langað að gera það svo lengi þannig að hann fær alltaf diskinn á afmælinu sínu. Og ég ætla að gera svona, hann er fiskur í stjörnumerki. Ég vona að þetta komi fyrir afmælið hans, en Ásta? Ég veit ekki hvað þetta heitir á íslensku, svona spúnrest þegar maður er að elda, að leggja niður. Þú ert sko í litakombó. Já, maður langar að gera eitthvað svo blóm, en ég veit ekki hvað litum, eitthvað svona cute. Mamma, hvað valdið þú? Ég veit ekki heldur hvað þetta heitir á íslensku, þetta er svona utensil holder. Skeiðahaldari. Eitthvað svona undir svona, já. Ég er búin að velja mér smá litakombó hér. Ég ætla bara að fara að byrja. Ég held sko að við fyrir að í þetta og við erum bara að ofugsa. Við erum náttúrulega hérna að ofugsa með meiri, sko. Ég vissi að Ásta myndi vera mjög lengi að ákveða þau. Ég var nefnilega líka til í að vera með bleikt. Já. Gerðu bleikt. Þetta er það sem ég
komið. Og svo veit ég ekki hvort ég ætla að setja fiskinn á eða ekki. Mamma er búin að kvarta allan tíman hvað sé erfitt og hún sé ósátt. En þetta er mjög flott sér. Ásti. Mjög flott. Já, klukkan var 3 og við erum búin að færa okkur borða því við erum ekki alveg búnar. Já, mamma, þú ert búinn. Já. Meistaraverkið hjá mér. Þetta er rosalegt meistaraverk. Geðveikt meistaraverk. Þetta er flott. Ástæður mjög listræn. Þetta er svo flott blóm. Og ég er alveg ánægð með mitt. Ég er að pæla að bæta við kannski nokkrum svona pökkum hér og þá er ég tilbúin. Ég er að taka vídeo. Ok. Endum daginn á ís. Óli, hvað fékkst þú í matinn? Franskar tómatsós og spagetti. Þetta er orðið nýtt svona þegar við eigum ekkert í kvöldmatinn. Þá ger ég svona mac and cheese og mér finnst þetta geggjað. Og svo gerði ég líka nagga fyrir Brynjar. Góðan daginn! Ég glemdi að taka myndavélina með, ég ætlaði svo mikið að gera það. Ég er að skutla honum til mömmu í smá heimsókn, hann ætlar að leika við frænda sinn þar. Og ég og Ásta, annar dagur með Ástu, ég og Ásta ætlum að byrja á því að kíkja á eina lagersölu og svo erum við að fara á fyrsta mömmu hittingin. Þetta er svona, það er búið að gera svona litla hverfisgrúppu og nokkrar úr henni ætla að hittast á Brygg klukkan 2. Ég er orðin ekkert eðlilega svöng. Ég var að fatta að ég er bara búin að fá mér eina morgunkotnaskál fyrir mörgum klukktímum. Klukkan er að verða 1 núna. Ég held ég byrja bara til 2. Vonandi líður ekki yfir mig. Svo mikil snjór. Við vorum ekki lengi að nynna því að það var tróðið. Við náum ekki að skoða allt. En ég keypti mér Era Sport cozy buxur í extra small og svo keypti ég peysu í stíl í extra large og þá getur Brynja að nota hana með. Hver er augnórið sem þú keypti, Ásta? Ásta keypti þetta fyrir, keyptir þetta fyrir þig eða kittið? Mig bara. That's it, that's the haul. Smá nesti. Við höfum sko verið mættar á Brygg eftir hálftíma en við erum óléttar og við erum svangar. Ok, ég er komin heim og ég var að máta nýja gallan. Það er svo erfitt að sýna full body. Sko, ég keypti peysuna alltaf í extra large. Hún er alltaf stór mig, en ég held að hún væri alveg cozy í sumar þegar kúlum mínu orðin, þú veist. Huge, en buxurnar eru extra small og þær passa mjög vel. Já, þetta er besta sem ég get sýnt ykkur, I'm sorry. Brynja var búin að koma mér á óvart og taka til í öllu húsinu og rigsli og skúra þegar ég kom heim, þannig að það var ógeðslega næs að koma heim. Það er líka orðið svo gott veður, það var svo fallegt þegar við sátum á Brygg að því bara sólin var að skína og mjög fallegt úti. En þetta var æði mömmuhittingur. Það var allar stelpurnar mjög næs og við náðum allar að spjalla ógeðslega mikið. Við vorum 7 og það var mjög þægileg tala. 7, ekkert allavega mikið fleiri, það er svona fullkomið mömmu hópstala. Ég vona bara að við hittust aftur á meðgöngunni seinna. Og sérst svona Garðabæjar mömmu hópur. Já, ég er bara mjög ánægð, við vorum alveg í 2 tíma, 1,5, 2 tíma á Brygg. En ég spói að enda þetta litla helgarvlogg bara hér, fá bara svona smá helgarvlogg. Langar að taka glow up vlogg í vikunni og síðan er afmælisvlogg. Þar ég að byrja að taka það upp næstu helgi. En ég held ég þurfi samt að taka það byrja að taka það upp á föstudaginn eða fimmtudaginn og síðan er það í viku að takast upp út því afmæliðar er ekki fyrir helgina eftir. Afmælisvlogg kemur upp en það kemur örugglega upp aðeins eftir afmæliðara. Bara takk fyrir að horfa, setjið þið like ykkur fannst það skemmtilegt og